Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig. Ótrúlegt en satt, þá ég komin niður fyrir Ártúnsbrekku, komin í miðbæ Reykjavíkur og mér hrossa hlátur í huga. Hann ein ástæða fyrir því að hér mætur leikari í borg sem að gefa út bók sem heitir Hrossahlátur. Hann heitir Júlíus og Brjánsson. Já, menn þekkja hann bæði úr hestunum og sem annan af kaffibrúsaköllunum til dæmis og fastilegir svo venjulega og fleira. En bókin sem hann gefa út svona stuttar sögur hinga og þangað á hestamennskunni ef ég man þetta rétt og ég veit að það þarna Nonni Stam og það Hilmir leikari og það Helgi Björns og Geir í Gufunesi og fullt af flottum köllum og við skulum fara að kíkja bara á Júla og kannski láta hann lesa hérna sögu fyrir okkur, svona stutta á. Skemmtilega, kíkjum á Júla. Árum við búin að næla í meistarann sjálfan, Júlíus Brjánsson. Ég ætla bara að byrja að segja til hamingju. Takk að þið fyrir. Bara hjartanlega, frábært bókin komin út. Já. Hvað, sko, byrjum bara á byrjuninni. Jú. Af hverju bókin? Hvaðan? Það dálítið mikið framboð á leiðendum í þjóðfélaginu og reyndar off-framboð á leiðendum, út í það farið. Og okkur fannst bara að vera skylda okkar að leggja vogarskála á hinn vanginn, sko. Þú ert nú búin að gera það svolítið í gegnum tíðina. Jú. Það nú svolítið þitt ævistarf. Það bara ekki duga, sko. Að skemmta fólki. Það alltaf meira og meira framboð á leiðendum. Þó maður hafi verið að reyna að sperrast, sko, gegnum tíðina. Já, en hestamenn eru líka dálítið spes, sko. Hestamenn það mikið af skrautlugu fólki hérna innanum, alveg svakalega skemmtilegu og ég segi ekki að þeir liggi vel við höggi að þetta svona djúsi fólk, sko. Eru hestamenn léttir á bárunni? Já, það eitthvað í þeim sem skemmtilegt. Já. Hverjir í bókinni, svona, kannski einhverjir nokkrir, svona þessi helstu kallar? Það eru Sigurbjörn, Hulda Gústafs, það Siggi Sæm og svo eru menn sem eru farnir yfir móðuna miklu eins og Andrés heitinn á Kvíabögg sem nú sko góðsögn og svo fleiri og fleiri. Það Elli Sig. Nonni Stam? Nei, já, hann sérstakur heiðursmaður í bókinni. Sérstakur heiðursmaður? Hann á nú nokkra góða brandarana? Jú. Og sögurnar? Hann opnar bókinni í rauninni. Flottur kall? Já, mjög. Blessuð sé minning hans? Já. Hérna, má ég ekki bara biðja að lesa fyrir mig? Veistu það, ég var svo óheppinn þegar ég var að koma hérna. Ég gleymdi gleraugunum mínum heima og ég eiginlega blindur, sko. Þannig að kallinn alveg bara... Ég verð að fá að... Ertu búin að senda einhvern veginn í apótek og kaupa? Já, ég sendi manni í apótek og kaupa gleraugun. Þannig að við fáum upplestur á eftir? Já. Ég sé að þú ert að kalla til alls konar menn. Ég sé að hér mættur fjölmiðill. Þórhallur miðill mættur. Já. Hann náskyldur. Hann náskyldur mér, en það ég mjög andlegur maður. Já, en þetta frábært framtak. Já, hér á að bæði að syngja og lesa. Hver alltaf að koma að syngja? Geir Ólafsson. Já. Kominn til að syngja. Það bara stórsöngari sjálfur? Já. Það þýðir ekkert minna? Hér öllu tjálta til. Já, það rétt. Til hamingju með bókina og við ætlum að fylgjast aðeins með og sjá hvað gerist. Já. Hvað fjölmiðlinn, hann fyrir að dansa hérna á þetta, vissum það? Það verður settur ballett. Já, með Þórhalli miðli. Ánægði með þig, til hamingju. Oft dettur maður í lökubátinn, sjaldan þó eins og núna. Stór frændans Júlíusar Brjánssonar, ástæðan fyrir við erum hér í dag. Þórhalli miðl, gaman að sjá þig. Sömuleiðis, vinur.
Bókin, ertu búin að glöggja í hana? Nei, ekki. Ég var bara að vísa þessu fyrir örfáum dögum síðan, þannig að ég átti að lesa hana. Og örugglega góðu penni hann frendi minn. Já. Hvernig, að því að þú ert nú svona oft í andlegum málefnum Nei, nú er það. Og mikið í kringum svoleiðis. Já. Hvernig maður er Júlíus Brjánsson? Hann er rosalega góðu maður. Hann er líkast pappa sínum, alveg svakalega. Og þessi ætt er með mjög sterkan og góðan húmor, rosalega léttir og kátir einstaklingar og þannig að blandast á Norðurlandinu tveir ættliðir, Sunnukólsættin og Hreiðarkotsættin. Ég er úr Hreiðarkotsættin og Sunnukólsættin á Dalvíkinni, móðurættir Júlla. Þetta er mjög ágætis fólk, upp til hópa mjög furðulegt en allt í góðu. Allt í góðu? Já. Takk hérlega. Nú megi bókin seljast og seljast og seljast og seljast. Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig.